nokkrar sekúndur þá... Já. You're live. Núna erum við komin. Já, heyrðu, bara komið sæl og verið velkomin á 29. fund íbúaráðs miðborgar Hlíðar sem fer fram hérna í Ráðhúsi Reykjavíkur og það eru margir fulltrúar hérna á staðnum en líka nokkrir fulltrúar sem tengjast með fjarfundi og það eru ýmis mál á dagskrá, hætta bergmála, glæsilegt. Þannig að við vindum okkur bara strax í fyrsta lið á dagskrá sem er svar umhverfis- og skipulagssviðs við fyrirspurn íbúaráðs miðborgar Hlíðar hleðslustöðvar fyrir rafbíla í miðborginni. Og það fylgja því hérna fylgiskjöl sem verða aðgengileg eftir fundinn á opnu svæði en fulltrúar hafa séð og við kannski bara hérna opnum fylgiskjölin og vörpum upp. Hvað okkur viltu byrja á? Ef ekki bara fara í röðina? Já, þetta er annars skjal. Viltu fá fyrirspurnina? Já, ef ekki bara renna í gegnum þetta. Við sendum frá okkur fyrirspurn sem kom upphaflega frá íbúasamtökum miðborgar eða eftir umræður þar og spurðum og óskuðum eftir upplýsingum hleðslustöðvar og áætlanir í hleðslustöðum bæði í miðborg og Hlíðum. Og ég veit að íbúasamtökin hafa skoðað þessi gögn sem við höfum fengið hérna. Er það ekki þið tókuð eða svona fóruð yfir á fundi og þið líka? Og meðan við erum að finna þetta, er eitthvað sem að þið viljið kannski reifa? Hvernig leist ykkur á þetta? Svörin sem að bárust og fjölda. Já. Og svo ef við förum í næsta þá kemur svarið og svo fáum við kort. Hvað var aftur? Er ekki bara linkur í dagskráni? Jú, getur kannski bara opnað þar. Þannig. Og ef við rúllum aðeins niður, þá sjáum við þarna svarið að uppsetning hleðslustöðva 32 stöðum á Borgarlandi og lóðum þjónustustofnana borgarinnar sem nýta starfsfólki og svo framvegis og þarna var verkefni það sem var sett upp 164 hleðslustæði og það fylgir með kort með þess staðsetningunni og það var leitað eftir tillögum frá íbúum staðsetningar núna í haust og það er verið að búið að velja fyrstu 20 staði og framkvæmdar hafnar á því og svo er tilgreint sérstaklega hvaða stöðvar voru settar upp í götustöði bílastæðishúss í miðborginni, samtals 64 hleðslustæði og unnið er að fjölgun hleðslustöðva í bílastæðishúsum bílastæðissjóðs. Viljið kíkja svo aðeins neðar kannski? Og það hefur verið skipaður starfshópur umhverfis- og skipulagssvið til þess að vinna tillögunni. Tillögun er hérna fyrir ofan. Í svarinu eða ekki? Jú, skipulag verið 3 lóðir í borgin sem ætlaðar eru fyrir hraðhleðslustöðvar, 5-10 hraðhleðslustöðvar á hverri lóð og þær boðnar út. Vil kannski opna kortið og sjá? Já. Sem eru núna eða áætlun? Sjá kort. Já. Sem eru á áætlun. 2022. Þetta er það sem þá bætist við. Og ef við ekki opnum líka hitt kortið sem að sést hvað er. Þessu er reglur á on eins og auðvitað fleiri. Já. Þetta er sem sagt reglur á on. En þar er enginn í miðborginni. Þetta er Klambratún. Og ef þú opnar síðan þriðja skjalið þá sjáum við það sem er í miðborginni. Það er ekki.
og þarna eru miðborgarstöðunar sem eru núna. En það var gaman að heyra í ykkur hérna. Ég setti mig í chatinu bara einu spurningu. Já, gjör svo vel. Hérna, ég kíkti á kortin, ég man bara eftir þessu umræðu þegar það voru hleðslustöðvar sem að borgin hafi farið í útboð og svo var þeim lokað. Ég var aðeins týndur, ég áttaði mig ekki á því hvort að það var inn í þessu eða einhverja stöðvar voru sérst komnar í gagnið, voru það að virka, svo var því út af einhverju útboðsmálum sem voru ekki alveg á réttunni. Þannig að því var lokað, ég bara, hvort að það er inn í þessu eða hvort að það er fyrir utan. Þannig ég var ekki alveg, ég veit ekki hvort þú þekkir þetta mál. Ég þekki það ekki. Örn, manstu eftir þessu máli? Já, ég held að sé að laga þessi mál sem voru hérna ekki reynu. Maður hyggst á þetta mál í smá tíma. Við höfum fengið kynningu á þessum áformum ég man ekki því hvað að ég fekk þessa kynningu á. Mér sýnist þetta bara vera á svona réttu róli og sérstaklega gagnvart okkar tveimur hverfum sem við erum að fjalla um. Það sé hann bara pæli sko hvort að þessar stöðvar sem voru komnar sannarlega í gagnið og svo var þeim lokað út frá hvort að það sé fyrir utan þennan fjölda. Ég átti mig ekki á því. Þetta eiga að vera þær stöðvar þetta eiga að vera allar stöðvarnar. Það lokuðu bara tímabundi. Ég minnir þetta hafi verið hálfur mánuður að 3 vikur sem það lokuðu. Það er ekki lengra. Ok. Já. Og ég fæ ekki betur síðan að þetta séu allar þessar stöðvar. Svona vantar að 3 kortum en mér sýnist þetta að vera allar stöðvar sem þetta er allavega færast í betri verulegar. Stöðvarnir sem voru lokaðir þóttnar. Alla ég sé það og alla þetta er fínn byrjunar áfangi og bara prófum þetta, hvort það virki. Alla þetta er orðið drift og ég sé þarna upp á staðis við stungum upp á þegar það var komið inn að Hallgrímskirkju. Og þeir senduð inn í haust? Já, það verður jólin, já. Þannig að það er annað ekki með ljós. Akkurat, bara fylgist með þessu áfram. Algjörlega. Það eina sem við bara tæftum að eða tókum eftir að það er ekki samkvæmt planinu ekki gert neinum svona arnarhliðamegin sko. Hvort að það er að því að sameign að bjóða upp á það. Já, í nýja hverfinu. Já, af því það, þú sér það bara þegar við bara hnutum með það. Já. Myndu vilja senda inn einhverja fyrirspurn varðandi það? Mér finnst þetta eðlilegt af hverju það, hvort að það er gert ráð fyrir því að sameign útvega þessi sjálfur af því það eru bílakjallara mögulega eitthvað svoleiðis eða því samt finnst mér þetta að vera, þarna ertu með valskverið, þú ert með íþróttamiðstöð, þannig að það er ekkert óeðlilegt að væri með þeim megin sko. Og svo maður hugsa lengra þarna með hótelhliðina sem við líka ferðamenn á bíli og bílum, þannig að þetta er svona. Myndirðu vilja skrifa framhaldsspurningu bara sem við getum þá sendt undir þessum lið? Já, viltu að setja það bara í chat og senda það? Er það ekki bara? Já, ok. Er einhverju fleiri sem hafa einhverju spurningar eða vangaveltur eða? Þá bara höldum við áfram í næsta lið á dagskrá sem er svar eða bréf frá umhverfis- og skipulagssviðs vegna umferðar stærri ökutækja í miðborgin sem er lagt hér fram og við kannski opnum það. Og til að reifa þetta þá er þetta mál sem að íbúaráði hefur verið að fjalla tók upp í haust og óskaði eftir því að hefur átt í samtali við umhverfis- og skipulagssvið og umhverfis- og skipulagsráð og hefur óskað eftir því að það verði tekið upp aftur samráðsferli og erindi var lagt fram á fundi skipulags- og samgönguráðs 7. apríl 2022 og hérna er bókunin frá okkur vísað í bókunina frá okkur umferð stærri ökutæki í miðborginni og svarið frá þeim tillagan er tímabær. Skipulags- og samgönguráð telur rétt að skrifstofa samgöngustjóra hefji undirbúning áframhaldandi vinnu og samráði vegna breytinga á akstursfyrirkomulagi stærri ökutæki í miðborg Reykjavíkur. Og þannig að þetta fór alltaf stað eftir COVID. Og áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun. Fulltrúi Flokks fólksins tekur undir þessa bókun íbúarins miðborgar að hlýða að samráð vegna endurskoðunar akstursfyrirkomulagi stærri ökutæki verði hafið aftur núna strax í vor. Einnig að tillögur liggi fyrir áður en meginþungi sumarumferðar ferðamanna hefst og að íbúaráð og íbúasamtök hafi aðkomu á samráðinu. Umferð stórra bíla í miðborgin þarf að vera í lágmarki að mati fulltrúa Flokks fólksins. Þannig að
mér finnst þetta bara ótrúlega gott að það komi svar í þessu og vona að þessi vinna fara af stað bara sem fyrst. Ég myndi alveg vilja bóka undir að senda tilbaka, við viljum bara ítreka þá ósk okkar að við eigum fulltrúa í þessu samráði. Bæði íbúaráðið og jafnvel íbúasamtökin líka. Já. Þannig að bara hnykkja á því að það kemur ekki fram þannig í bókun meirihlutans. Þú veist, ég veit ekki hvort það þarf en mér finnst alltaf lagi bara að minna á það. Algjörlega, tek undir það. Einhverju fleiri þetta? Ertu þá... Örn, gjör svo vel. Já. Já, og Sigfús. Við fórum yfir þetta á einhverjum fundi og Pavel fylgdi þess eftir á svipuðum nótum eins og hann gerði á síðasta fundi þegar hann mætti síðast fundi okkur í íbúðaráðinu inn það þá verið skipulagsráðið og hann var með þetta á nákvæmlega þessari sömu línu og bara í ljósi þess það var svo sem engin ástæða fyrir einna bóka neitt í framhaldið því að það var samkomulag það að þetta vinnulag yrði haft við, að það yrði farið fyrr af stað og gott samráð haft við alla aðila og sérstaklega lagði áherslu að haft samráð við íbúasamtökin eða sett íbúaráð og íbúasamtökin. Þannig að það ég treysti því bara þá að sé ekki skriflegt að það sé nákvæmlega það sem að skipulagsráð er að stefna. Ok, þá er það kannski bara, treystum við því og fylgjumst bara með þegar vinnan fer af stað að við eigum þá sæti í hópnum. Já, Sigfús. Eins og segja, ég hefði þetta áhuga að sitja í þessu samráðs með hennu, svona bæði að þegar ég kem kannski mögulega faglega en kannski bara pláss veik, það var bara þannig, en það er svona ákveðin vinkil sem ég hef kannski út frá sem ég hef verið að starfa í kringum þetta. Ok? Já, verður fleiri... Má ég bæta við? Já, gjör svo vel. Ég held að vera vel til fundið að íbúaráð myndi afgreiða þennan dagskrárlið með bara erindi til skipulagsráðs að Sigfúsi sé falið að vera okkar fulltrúi í þessu ráði. Það eru fleira þeirri skoðun heldur en ég og Sigfús. En ég held að það væri bara skynsamlegt að það bréf kæmi bara að okkar frumkvæði inn í þetta. Þannig að við myndum ekki vera að bíða. Ég skil þig. Mér finnst bara gott að fólk hafa áhuga. Mér finnst alveg eðlilegt að við fáum bréfi frá skipulagsráði þar sem er óska eftir aðkomu okkar og þá hafi fleiri kannski tækifæri líka á að gefa kost á sér. Ég held að það sé alveg lýðræðislegt. Já, ég myndi alveg gefa kost á mig líka, bara sem íbúa á þessu svæði og bara sem fyrir foreldrafélagið sem að það eru foreldrar hérna í hverfinu sem að kannski hafa mest talað þetta í svona 10 ár. Já. Þannig en þú veist frábært að við getum verið fleiri. Já, ef það var hægt en ef það væri bara einn þá myndi ég styðja bara íbúans samlega. Segir þú? Já, ég segi algjörlega. Ég vil fá að koma að þessu sem formaður hlátttaka íbúa en get sagt mig við að við einn af okkur en þá myndum við vinna þá svona vinnubúðum saman að þessi íbúasamtökin komið skilyrðislaust að þessu líka. Já, ég held að það sé eðlilegt að við bara bíðum þá eftir að fá erindið og getum þá tekið það samtal saman sem bara hópur og ákveðið hvernig þessu best farið. Er það ekki? Jú, ég ætlaði að spyrja, fáum við ekki sent þá bréf eitthvað þetta sé að fara í gang? Jú, það hefur verið þannig. Ef það er eitthvað svona samráðsferli sem er að fara í gang þá hefur erindið komið til okkar og óska eftir okkar aðkomu að því. Þannig að ég gef mér að það sama eigi sér stað núna þetta og bara mikill áhugi, þannig að veitir ekki af, þannig að þú veist, ég vonandi fái bara 2 fulltrúa, bæði íbúaráð og íbúasamtökin, þetta er mjög eðlilegt. Það var velta fyrir sig líka að hnykkja á því að það verði strax í vor, það verði fljótlega. Ég umfjörðin er alltaf að byrja. Hvernig var samtalið það, Örn? Ég held að sé kannski bara allt í lagi að bóka og óska eftir því að við bæði íbúaráð og íbúasamtökin í fulltrúa og að þetta fara af stað því að núna er bara klukkan 5 mínútur í maí. Já. Ég held að það sé mér minnir að Dilja hafi verið með á þessum fundi eða allavega einhver aðili sem að setti máli á þrýsting
að það þyrfti að hafa hraðar hendur í þessu máli. Eina sem ég hef áhyggjur af, ef við erum að fara þessa leið að bíða eftir fá bréf frá skipulagsráði sem síðan myndi bíða eftir því að við myndum svara því erindinu, þá erum við bara komin fram yfir túristatímabilið. Þannig og það er ekki tíð til Við þurfum ekki formlegan fund til þess að tilnefna fulltrúa. Nei, ok, við skulum hafa þannig að við látum ekki tefja einhverja fundar að við þurfum ekki að bíða eftir að halda einhverja fundi, heldur við afgreiða þetta bara á milli funda, en það verður fínt bara að senda í framhald af þessum dagskrárlið frá íbúaráðinu að við óskum eftir að innlefna fulltrúa í þessa vinnu. Við gætum bókað. Ég átti að vera svona mikill áhuga á þessu, það kemur verulega. Nei, fólk bara býður sig fram. Já. Þetta er heitamál. Ég er að spá í, ef við bókum bara... Ég býð pulsa kók ef ég Þau þurfum að fara að reka frá kosningabaráttunni. En ef ég seti inn í chatti bara tillögu bókun, þá bara, þó að þetta liggi fyrir, við setjum bara smá auka þrýsting á að bókunin gæti verið á þessa leið. Afsakið, ég týndi sig hérna út. Íbúar á miðborgar og Hlíða óskar eftir að fulltrúi íbúar á miðborgar og Hlíða og fulltrúi íbúasamtaka verið hluti af samráðshópi og að samráðið hefjist í byrjun maí á að vera þarna. Má ég leggja það til að við bókum það, bara ítrekum þetta? Já, algjörlega. Og það, samþykkir þú þessa bókun, Rannveig, með að vantar þarna bara í byrjun maí? Það skoðast það samþykkt. Ætlarðu að bóka eitthvað fyrsta leiðin líka? Heyrðu, það var sem sagt spurning sem að, ef ekki bara klára þessa bókun? Jú. Sérðu spjallið? Jú. Þannig að... Það má vera svona óbreytt. Það vantar þarna maí, ég var að setja inn. Kom hann að setja inn. En ég las það upp með maí. Já. Það opnar svo lítill gluggi inn í spjallinu, ég var svo erfitt með að sjá spurninguna frá þér, Sigfús. Já, það er spurning, er þetta þá afgreitt, þessi bókun? Getur tekið út participants-listan og stækkar spjallglugginn út til? Ég geta gert það. Þá stækkar spjallglugginn Já. sem því niður. Ok, takk. Það var mjög erfitt að rýna þetta. Er þessi bókun komin? Bókunin er neðst. Já, Já, þá ætla ég bara, þá er þetta afgreitt, það er ekki fleira á mælendaskrá, við ítrekum bara þetta og svo er komin spurning bara sem að Sigfús skrifaði upp að Arnarhlíðina, íbúar á miðborgarhlíð óskar eftir upplýsingar hvers vegna ekki sé gert ráð fyrir hleðslustöð í Arnarhlíðahverfinu, Valshverfinu, þar vantar enn aukna þjónustu svo sem verslun og aðra þjónustu. Því gætu hleðslustöðar eitthvað bætti þjónustu fyrir íbúa í nýlegu hverfi. Hvað er þetta? Þetta er aðeins ofar í spjallinu. Það er spurning hvort það mætti móta þetta aðeins betur í spurningu. Íbúar á miðborgarhlíð óskar eftir upplýsingum Já. Ætlarðu að setja það aftur í chatið? Ég ætla að laga og setja aftur í chatið. Sjá. Það er ekki ástæður sem ég setja inn aukna verslunarþjónustu. Það er svo sem það er bergmannast meira. Finnst eins og það séu svona stæði fyrir utan húsin. Allavega svona... Já, það getur verið hlutar, sko, en fyrir utankomandi, að þetta er bara stækkandi hverfi. Þá er þetta íbúar á miðborgarhlíð óskar eftir upplýsingum stöðu og þá hleðslustöðum. Hvers vegna ekki sé gert ráð fyrir hleðslu í Arnarhlíðahverfinu. Þar vantar enn aukna þjónustu svo sem verslun og aðra þjónustu, því getur hleðslustöðar eitthvað bætti þjónustu fyrir íbúa inn í löghverfi. Fyrsta hlíðinni heitir Arnarhlíð.
Herra, ég set þetta þá aftur inn í chatið og þá sendum við þessa fyrirspurn með þarna fyrir liðnum. Arnar að tala? Þetta er á bókum. Nei, þetta er fyrirspurn. Já, ég meina það. Já. Ég held að það sé ekki að tala. Heyrðu, við höldum þá áfram hérna fundi og förum í næsta lið á dagskrá. Og það er bréf skrifstofu samgöngustjóra vegna hraðamælinga á Hverfisgötu og ef við opnum þá bréf skrifstofu samgöngustjóra íbúar á miðborgarlíða óskaði eftir að það yrði gerð hraðamæling á Hverfisgötunni. Við fengum erindi frá foreldrum og foreldrafélaginu bara svona hættu við götuna og það væri hröð umferð og erfitt fyrir börn að komast yfir. Þannig að við ítrekum það við vildum að það yrði farið einhver aðgerðir og komið upp öruggum gönguleiðum og í kjölfarið óskuðu eftir hraðamælingu. Og hérna kemur fram að niðurstöður hraðamælingar á Hverfisgötu sem framkvæmdar frá 30. mars til 5. apríl til móts við húsnúmer 72. Það var mælt í báðar áttir en óverulegur munur á hraða ökutækja eftir akstursstefnu, leyfilegur hraði á kaflanum var 30 km, mældur meðalhraði var 34 km á klukkustund, mældur 85% hraði var 42 km á klukkustund og 53% ökutækja mældust á hraða yfir 30 km. Og svo ef við opnum, svo kemur svona skýrsla, hraðamælingarskýrsla líka. Og ég ætla aðeins að opna hérna varðandi hraðamælingarna þá óskuðu eftir aðeins betri upplýsingum en með vísun í texta sem kom fram áðan að með 85% hraða er átt við að 85% mældra ökutækja hafi verið á eða undir þeim hraða. Það er að segja, það voru 15% af þeim sem mældu sem óku hraðar en 42 km á klukkustund. Og svo eru útskýringarna á speed histogram á síðu 3 í þessu mati sem við erum að koma þarna. Að þá voru, þannig að ef við skoðum síðu 3, svo það sem kemur speed histogram, sjáðu það? Já. Að þá eru, þá er 10, þá er það hraði 0 til 10 km, 20, 11 til 20, 30, 21 til 30 og svo framvegis. Og þannig að það sést þarna að það eru 9 ökutæki á hraðanum 71 til 80 og hæstmældi hraðinn var 80 km á klukkustund á þessu svæði. Er til fjöldi ökutækja? Já, þú áttist, já, hann er... Hvað fannst 9, ég átti mikið alveg ásán, þetta er ásinn þetta vantarlega, X-ásinn þetta vantarlega fjöldi ökutækja. Já, og þarna sérðu... Og hraðinn þetta niður, já. Já, þannig að þarna koma 9, 5, 4, 54. Já. Ég er svona ansi mikið hraði, Já. Þó að, stór meirihluti haldi sig innan marka, þá eru hinir ansi margir. Samt ekki, ef við 30 þá er stærstu hluti hann 40-50 sko. Já, akkurat. Þannig að flest allt í kringum samt gatnar, eða gatnamótin. Það er þessi blái litur, ef maður skoðar það. Já, græni er austur, rauði er vestur og blái er síðan gatnamótin. Akkurat. Þau eru stórhættuleg. Já, og þetta er til móts við húsnúmer 72, þannig að mér finnst alveg við óskuðum eftir þegar við fjöllum þetta síðast að það þið farið í aðgerðir en mér finnst þetta bara alveg styðja við þá bókun. Já. Og sendum við þá aftur að við óskum eftir aðgerðum? Hvað? Já, ég myndi alveg vilja ítrykka það, ekki spurning. Já, kannski frekar hvaða leiðir eru til aðgerða, bara svona það sé kannski dreigð upp svona þannig að það fylgir skipulaginu eða þá frekar þrenging eða fleiri hraðahendanir. Já, við tókum ekki nákvæmlega afstöðu með hvaða
nákvæma útfærsla þyrfti að vera, þú veist, af því að það er kannski ekki okkar þekkingarsvið. Já, ég sé ekki frekar að velta því yfir hvað aðgerðir... Jú, að bara ítreka það að okkur finnst mikil þörf á að það verði farið í aðgerðir og þetta styðji bara það. En Örn búinn að óska eftir orðinu gjörsvelar? Já, ég heldur að þessi bláa sé samanlagt samanlagt fjöldi sem bara gerir sig ykkur óttina. Eða alltaf stofnatúrnum við það. Það heyrist svolítið illa í þér, Örn, ég veit ekki af hverju. Heyrist betur núna? Já. Ok, bláu súlurnar eru samanlagðar tölur fyrir austur og vestur. Ok. Já, en ekki á gatnamótum heldur við bara uppsafnað það samanlagt. Já, það sem ég ætla að segja, þetta er ekki alveg nógu góð niðurstaða. Á þess að ég viti nákvæmlega hver skýringin er, þá lagðist það með grunur að fólk átti sig ekki á því að þarna er 30, það er búið að breyta þessu niður í 30. Kannski að hafa áhrif, þá veltum maður fyrir sig hvort það sé skynsamlegra að setja upp meiri og betri merkingar, en það eru einhverja sérfræðingar svara því, þannig að ég held að sé veldur fundið að við ítrekum að það þurfa að bregðast við með einhverjum hætti. Hvort sem það er að gera eins og við tölum á hádegisveginum við hádegisskóla, að setja upp skýrari hraðamerkingar eða hvað er. Ja, við þurfum klárlega að ná hraðanum aðeins niður þarna, ég er alveg sammála því. Já, og fleiri? Sigrún Gjörsveig? Ég tek algjörlega undir það því að það er svo mikil byggð að þetta er neðan að Lindugötu og Vatnsstíg og það er mikið af fullorðnu fólki og barnafólki og það talar ítrekað það við okkur að það sé hættulegt að fara yfir Hverfisgötu og það má segja bara frá upp og niður. Hanna Gjörsveig? Já, bara bæta við, já, það væri gott að geta lækkað hraðann en það þarf líka að vera öruggar gönguleiðir yfir götuna. Já. Og það er eins og að sé ekki gert ráð fyrir, sko, að þú farir yfir götuna. Já. Ég legg bara til að við bókum þetta, ítrekum það, að sem gæti þó hljóðað eitthvað á þessa leið og þeim endilega bara, komið á það, íbúar og miðborgar líða, ítreka mikilvæg þess og við erum að ítreka það, af því að við höfum áður lagt það fram, að fara verið aðgerð til að sporna við hraðakstri við Hverfisgötu og komið verið fyrir öruggum gönguleiðum, komið verið fyrir eða komið verið á. Öruggum gönguleiðum yfir götuna, komið verið á. Þessar mælingar sýna að það er mikil þörf á báðu. Á hvoru tveggja. Ég ætla að setja þetta inn þannig að ég geti skoðað það og kannski vil ég koma einhverja tillögu að... Tryggja öryggi vegfarenda. Tryggja öryggi. Já. Þetta er ekki líka alveg óþarflega víð gatnamót. Þetta er bara, það er ekkert nema rými fyrir umferð þarna. Á gatnamótunum hjá Hverfisgötu og Vita stíð þetta sem er oftast verið að tala fyrir krakkana. En það er líka alveg á Máls og Vatnsstíg til dæmis og við Klapparstíg og niður við Þjóðleikhússtíg. Það er mikið fólk sem vil safna úr þessu Þjóðleikhúsi og það er eini staðurinn við Þjóðleikhúsið sem er svona eindregið. Það er einhver líka upp við, hvað heitist búðin þarna við Barónsstíg. Já, ekstra kaup. Já, einmitt. Við vorum að tala sko, við Vítastíga þegar það er gönguleiðin svolítið úr Austurbæjarskóla og niður Hverfisgötu og þar er tónlistarskólinn, þannig að það er mest umferð af börnum þar. Já, sem börnir búa líka að Lindugötu og Vatnsstíg. Já, ég vil segja þau labba þess að þar niður, beint úr skólanum og fara þar yfir götuna niður í hverfið. Já, en það er líka niður tónlistarskólanum þar beint til það. Það er náttúrulega líka fyrir útigangsmenn. Ég segi bara mikil umferð yfir. Fyrir reglulega niður. Og vorum að tala um daginn bara eins og Snorrabrautina, þú veist, það kom auka ljós fyrir ofan núna og það hefur alveg haft mikil áhrif á að hraði, eða þú veist, maður upplifir allavega hraði hafi minnkað. Fólk passi sig meira. Já, mér finnst maður upplifa Snorrabrautin öruggari eftir að koma bættist við ein ljós viðbót. Já, við Eiríksgötu, já. Þannig að það hjálpar alveg að hafa fleiri ljós. Já, það þarf að fara í eitthvað svona massíft átak að bara fá fólk til að keyra bara hægt og rólega.
Björgvin, þetta er óþolandi. 30 kílómetra. Já. Fylgja reglum. Já, einmitt. En hérna, þá þessi tillaga bókun, hafið eitthvað svona viljað betrumbæta þetta eitthvað, textan, ég var sett hann inn bara þess að ég las upp á þann. Þá ætla ég bara að lesa hann aftur og bera hann upp. Þetta er bókun þá. Íbúar á miðborgar Hlíða ítreka mikilvægi þess að farið verið aðgerð til að sporna við hraðakstri við hverfisgötu og komið verða á öruggum gönguleiðum yfir götuna. Þessar mælingar sýna það mikil þörf á hvoru tveggja til þess að tryggja öryggi vegfarenda. Og þau sem samþykkja gefi merki. Þá það samþykkt og þessi bókun fer þarna undir þennan lið. Hún í tjaldinu? Já, hún neðst í tjaldinu. Láttu mig bara vita þegar það komið, þá getum við haldið áfram. Þetta er bókun. Þetta er bókun við lið 3. Það er komið. Ok, takk. Þá höldum við áfram og förum í næsta lið sem er útskrift og gerðabók skipulags- og samgönguráðs Hlíðarenda, reitir GH og IT sem er lagt hér fram. Og við höfum áður gert bókun eða umsögn um þetta skipulag. Viljið þið skoða eitthvað? Viljið þið óskið eftir að við lesum þetta upp eða fjöllum þetta? Já. Þetta er lagt fram hérna? Já, þetta er bara lagt fram. Við þurfum að taka til að afgreiða þetta núna. Þetta er ekki til afgreiðslu. Við erum búin að fá, við fengum, mannstu senda inn til umsögnar, þá sendum við umsögn, þannig að núna fáum við bara tilbaka nú búið að afgreiða. Okay. En að sjálfsögðu ef fulltrúar vilja bóka eða hafa einhverjar spurningar, þá það, þetta er til umræðu. Þetta er til framlagningar? Já. En við erum ekki, þetta er ekki til afgreiðslu, eins og ef þetta væri umsögn eða eitthvað slíkt. En niðurstaðan er vantarlega svo að þessi reitur sem við óskum eftir haldið til hliðs að hann að fara undir íbúðarbyggð vantarlega líka. Já, það kemur fram í bréfinu. Já. Þú sér þarna að það var lögð fram umsögn fulltrúa íbúðar miðborgar Hlíða. Er einhver sem vill taka til máls hér? Ég bara velti fyrir mig hvort það sé hægt að gera eitthvað meira. Við finnst að vera ræddum var annars að halda grænum svæðum sem mögulegt væri og þá var náttúrulega líka með leikskóla hvort að þetta rými væri þar eða hvernig það væri hvort að það væri verið að ganga bróklangt á eitthvað svona grænt svæði og leikskóla. Þannig að Viltu fara neðar í skjalið aðeins? Já. Það sem er bókun allavega þarna frá breytingunni verið að, það kemur þarna fram alls konar bókanir. Ég myndi alveg segja að það minnst allavega jákvætt að sé verið að breyta úr hóteli í íbúðir, eins og þau taka fram hana í bókun. Er ekki skólalóð áætlu og leikskólalóð þarna á horninu hjá þar sem björgunarsveitin er, flugbjörgunarsveitin? Á því svæði? Jú. Já. Það er það reyndar, en bara eins og við hefum rætt að bæði fólum og ófólum og þetta er verið að taka af svæði sem átti að halda til haga sem svona hluta grænu svæði, þannig að... Ertu að minna hana í reitin eða því? Já. Hann er litla reitin þarna á hótinu. Þarna er... Viltu óska eftir frekar upplýsingum eða? Auðvitað, ég held að það breytingu í stórmyndinni en það af því að það búið að kalla til því í formum meirundum að auka þjónustu á þessu svæði í þessu hverfi. Það hefur svolítið sittið eftir með þessu hröðu uppbyggingu og við verðum að breyta þarna
ákveðnu byggingu sem átti að vera hótel í íbúðabyggingu. Það verið að kalla eftir aukin þjónustu í hverfinu, bara fyrir íbúa sem búa núna, ekki framtíðar íbúa. Og svo á að svolítið einhvern veginn að loka sig með því að byggja fleiri íbúðir sérsta skipuleggja þjónustu. Þetta svona, alltaf að bíða það sem skiptir kannski meira máli þá sem búa það núna og taka grænt svæði þannig. Já, ég svona vilja frekari rökstuðning fyrir því. Ég áttum alveg að þetta snýst nýtingu á lóðar, lóðarreit, ég skil það alveg, en ég bara fá frekari rökstuðning af hverju það horfið til þess að taka þennan reit þegar bara að því að það breyta plönum hótelbyggingu í íbúðum. Já. Já, það bara að því að það var líka verið að tala að það ekki að vantaði fleiri leiksvæði í rauninni fyrir krakkana. Að það væri, einmitt svona grænt og væri svona úti leikvellir á þessu svæði fyrir krakka. Já, það er enda alltaf inn í byggingunni. Það eru leiksvæðin inn í miðjum. Inn í miðjunni, sko. Já. En við höfum sent inn, við íbúðasamtökum höfum sent inn og óskuðum eftir að það væri gert meira almenningsleiksvæði, sko. Já, á þessu svæði. Já. Þannig mér finnst þetta svona... Kom það ekki líka, við sendum það inn í umsögnum okkar, það væri hugað að svona einhver almennings... Já. Þannig mér finnst, ég hef verið frá frekar rökstuðning af hverju breytingarnar eitthvað meir haldið svona stíft til haga, sko. Viltu semja einhverja fyrirspurn? Já, skal gera það. Ef þú vilt fá frekar, eða ef þú vilt kalla eftir frekar upplýsingum? Já. Hvað ég gera bara fyrir hönd, af því ég tala fyrir hönd íbúðasamtakanna, að ég gera bara nafn íbúðaráðsins eða... Já, með fyrirspurn? Já. Já, alltaf. Og svo alveg, höfum við líka alveg svigrúm, bara svo við vitið, við getum alveg kalla eftir, ef það vantar eitthvað frekar upplýsingar eins og með hraðamælingarnar, þá höfum við alveg svigrúm svona fyrir fundina til þess að spyrja frekar út og kannski þurfum við bara meiri útskýringar eða máli þess eðlis eins og að lesa út einhverjum mælingum eða það er eitthvað á skipulagsuppdrætti sem að, okkur finnst óskýrt og þá, líka velkomið að hafa bara samband í aðdraganda fundarins þegar þið sjáu þau að lesa ekki gegnum gögnin og svona þá getum við kallað eftir því. Já. Af því að það er kannski erfiðara á fundinum sjálfum að nálgast þær upplýsingar. Bara svona, þannig þið vitið það. Er þetta þá bókun? Nei, þetta er bara fyrirspurn. Sem að kemur þá núna? Sem Sigfús ætlar að skrifa og spurning hvort að við getum ekki bara haldið áfram. Já. Og Ég maður tekið til restan af það. Að þið vantar, finnst vantar svör sem kom ekki fram í þessari útskrift úr gerðabókinni. Þá næst liður 5, bréf umhverfis- og skipulagssviðs vegna auglýsingu á tillögu að breytingu á deiliskipulaginu í Landspítala við Hringbraut. Og það er lagt til fram og ef við opnum þá bréf umhverfis- og skipulagssviðs getum svo opnað uppdráttinn í kjölfarið. Og þetta er tilkynning á breytingu á deiliskipulaginu í Landspítala og hún er í kynningu til 11. maí. Þannig að það er hægt að senda inn athugasemdir til 11. maí og við á fundi skipulags- og samgönguráðs 23. febrúar 2022 og borgarráðs þann 3. mars 2022 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulaginu í Landspítala við Hringbraut. Breytt deiliskipulag nær til speglunar BT-hús sem lækkar til austurs að Hvannagötu í stað vesturs að Fífilsgötu og færslu bílastæða. Og svo sjáum við nánar tillögun í kynningagögnum ef við opnum hana hlekkin. Þannig hérna? Já. Og þar og svo það tengt skjöl, þá sjáum við uppdráttinn. Það þarf reyndar að zooma svolítið inn til að sjá samanburðinn á myndunum. Hvað ertu zooma mikið? Ég þarf að spotta það eftir. Ég fæ svona lesblindu stundum og svona. Þetta er þarna X-aði reiturinn, það er verið að breyta einhvern veginn. Það er reiturinn sem er búið að setja rauða línu kring. Jú, eða ekki. Já, þetta hér.
Þetta hér. Já, ég var líka alltaf. Og líka hinum megin hjá Fífilsgata. Þannig að já, þarna, Hér? já. Já. Það snýr að bílastæðahúsum. Já. Og við sjáum það er tafla þarna undir. Getur stækka hana, þar sem þetta er. Bara svo fólk viti, það er hægt að skoða svona teikningar svona risastórar niður í Borgartúni. Þetta getur verið svolítið erfitt að rýna þetta bara á litlum tölvuskjá. Hérna er úr greinargerð gildandi deiliskipulags. Í deiliskipulagi eru helstu bílageymsluhús, einkum fyrir starfsfólk við megin aðkomu æðar í jaðri Landspítalalóðarinnar og sunnan geðdeildar. Og svo er hérna greinargerð með tillögu að deiliskipulagsbreytingu til aðlögunar að hæð Hvannárgötu vegna lækkunar ætli þetta væri ekki grunnkvóta, rannsóknarhús. Er BT byggingu speglu aðkomuhæð götunni breytt frá K1340 í K1190 og þar með víxlast efstu kótar. Hvað er kótar? Veit einhver það? Mæleining. Mæleining. Sambersnið sé. Breytingin er innan hæðatakmarkana skipulagsmála Reykjavíkurflugvallar. Tengigangur undir Hvannárgötu er einnar hæðar í stað tveggja áður sambersnið sé. Bílastæðafjöldi er óbreyttur frá gildandi deiliskipulagi en staðsetning bílastæða breytist lítillega og færist frá bílageymsluhúsi vestur í niðan er á bílageymslu sunnan geðdeildar. Er einhver sem vill taka til máls hér eða viljið fá einhverjar nánari útskýringar á þessu? Við getum kallað eftir því við höfum, bara alveg svigrúm til 11. maí og fólk myndi vilja, kalla eftir einhverjum upplýsingum og senda inn umsögn. Nei. Er það ekki bara tilvalið? Þetta er nú svolítið stórt mál. Já, svigrúm Ég ætla að skoða það svolítið betur, sko. Já, við höfum stundum setta inn í fundagerðina að formanni falið að, hvernig höfum við orðað það, að í samráði við ráðið, ef að það koma upp að fólk hefur áhuga á að skrifa umsögn svona á milli funda, að þá höfum við gefið okkur svigrúm til þess að afgreiða á milli funda fyrir tilskilinn frest. Þannig að við höfum verið með mjög staðlað orðalag. Ef þú getur kannski bara fundið það, væri það? Já, ég segi, ég myndi að voru ekki gegnum ráðið eða þá sem samtökin að vera viss, allavega að nýta frestin. Já, og þá gerum það og þá er hægt að líka að það er einhverjar, ef þið viljið frekar upplýsingar, útskýringar, þá getum við kallað eftir því. Já, ég væri til í það. Þannig að viljið ekki bara rýna þetta og svo koma og senda það bara á mig. Ok, bara í seinni kvöldu það? Já, bara sem fyrst og þá myndi ég senda það í gegnum heimi inn á sviðið og kalla eftir upplýsingum mig. Þannig að á ég að finna eldri fundagerð þar sem ég finn orðalagið eða ertu með það? Ég með það. Já, hvernig höfum við orðað þetta? Þá er bara samþykkt að fela formanni í samráði við ráðið að skila umsögn ráðsins fyrir tilskilinn frest sem er þá einhver dagsetning. Það er 11. maí. Já. Þá samþykki ég það þessa afgreiðslu, þá gefum okkur þetta svigrúm og endilega sendið á mig að þið viljið Spurningin var komin í tjatti inn til því. Og spurningin þín, já, þá tökum við það næst. Getur editor eða vilt. Fyrirspurnin sem að vera við fjórðalið. Já, en klárum bara 5. Þá var það Hörður kveður okkur að senda fyrirspurn á hann og Sigþrúði ef við höfum eða eitthvað sem okkur vantar upplýsingar og óskar okkur góðra skemmtunar. Takk Hörður, sömuleiðis. Takk fyrir fundinn. Er þetta þá komið inn með umsóknina, viljið 5? 1745. Víkur Hörður á fundinum. Það er komið.
Já. Og Sigfús setti hérna inn spurningi í spjallið varðandi lið 4 sem hérna... Ég sendi bara þig. Nú, sendir bara mig, ok. Þú vildir editera. Já, ég lesta bara upp, er það ekki? Já, viltu það ekki? Eða vilt þú lesta upp? Nei, bara lesta upp. Íbúar á miðborgar Hlíð óskar eftir frekari rökstuðningi fyrir aðkenndu breytingum á e-reit með frekari nýtingu á þessum e-reit sé vissulega verið að gera breytinga þannig að íbúðum fjölgi en með því sé verið að ganga enn eitt grænasvæði í nágrenni íbúa Arnarhlíðarhverfisins gerð hafi verið umsögn mögulegt almennt leiksvæði en með þessari breytingu sé ljóst að grænsvæði sé undanhaldið því óskað eftir frekari rökstuðningi fyrir breytingu á e-reit. Já. Algjörlega. Það er svona smá bara kannski svona málfars eða tvítekning sem maður þarf að laga. Viltu laga það? Hvort þú vilt segja umsögn eða fyrirspurn? Já, ég var bara að vísa í það sem við vorum búin að spyrja fyrir leiks á leiksvæðinu. Ég myndi ekki hvort það var umsögn af fyrirspurn, sko. Já. Ég held við skilum inn umsögn. Já. Þá. Okay. Þannig að það er hægt að vísa í þá umsögn okkar. Já. Frekar en fyrirspurn. Já, ok. Viltu setja bara lag það og setja... Já. Þá sendum við bara inn þessa fyrirspurn og ég deili með ykkur þegar við fáum svör við því. Sigfús bara lagar og setur inn þá í tjattið og við höldum áfram fundi og förum í næsta mál á dagskrá. Og það er liður 6, bréf umhverfis- og skipulagssviðs vegna auglýsinga og tillögu breytingu á deiliskipulagi vegna lóðanna nr. 9 og 9A við Vitastíg. Og það er lagt hér fram og við opnum það bréf frá umhverfis- og skipulagssviði. Það er Vitastíg. Já. Þetta eru lóðir 9 og 9A við Vitastíg sem er í auglýsingu núna og það er sömuleiðis hægt að skila inn umsóknum til 11. maí og maður sjá. Þannig að við reifum þetta á fundi skipulags samgönguráðs þann 23. febrúar og borgarráðs Reykjavíkur þann 3. mars var samþykkt að auglýsa tillögu breytingu á skilmálum deiliskipulagsreits 11740 vegna lóðanna nr. 9 og 9A við Vitastíg. Breytingunni felst niður yfir húsana og enduruppbygging ásamt hækkun og nýtingarhlutfalli og byggingarmagni lóðanna. Nánar tillöguna vísast í kynningargagna og við opnum þá innan þessar slóðarna fyrir ofan. Það ætti að leiða okkur inn á skipulagsgögnin. Þetta tengt skjöl þarna hægra megin. Þetta? Hérna sér. Já, einmitt. Og að þú ferð hérna undir í textan, undir myndunum. Og við stækkum kannski aðeins. Að eins og ég skildi þá að vera að við förum bara í friðað hús, eða þetta eru skilmálar, þá að taka niður hús og endurbyggja það aftur. Og þetta er friðað hús, heimilt að bæta svölum á eða palli við húsi í samræmi við upphaflega gerð og það liggur fyrir umsögn Minjastofnunar vegna breytinganna og við bæði 9 og 9A og þarna sjáum þið breytingar eru feitlitar og rauðlitar, þannig fyrir neðan fyrirleikur í ákvæði umsögn Minjastofnunar vegna breytinga hússins. Heimilt er að taka niður húsið og endurbyggja það að mestu nýju efni en með nær óbreyttri ásamt frá götu. Þrágangur ytraborðs, glugga, þakbrúna, dyr og svalahöndriðar skal taka mið af upphaflegum byggingarstíl og einkennandi deililausnum í húsum frá sama tíma. Og það sama fyrir neðan,
sömu breytingar þar feitlitrar og rauðlitrar. Þetta ekki húsi gegn Mýlisarsaminu? Þetta ekki það hús? Nei. Þetta á Vítastíg, þetta á móti til Krónkó. Níló í Marshallhúsinu? Já. Þetta eiginlega á móti brúðinni, krónbrúðinni. Já, ég veist að minna það. Þetta er rétt nefnilega að höra með þetta. Ég vil að mynda á já.is. Þú getur opnað á já.is þá vilt og varpa upp á skjáin. Nei. Þetta bara við Hverfisgötu, sko. Viltu kannski opna það bara á já.is fyrir okkur, þá sjáum við það. Sigrún? Eina sem ég velti fyrir mér að nágrannarnir væntanlega verið grenndarkinn, ég finnst það svona hvað ekki komið fram. Hvað hefum svona? Þetta er Vitastígur 9 og 9A. Þeir séu vita þessu og Hvort það hafi verið í samlindi. Væri þetta komið svo langt ef það hefði verið neikvætt? Nú þekki ég bara ekki... Er þetta komið ennþá með ég velti fyrir mig þannig. Nei, ég svona... Það er spurning hvort að það sé, núna er umsagnarfresti til 11. maí, varðandi þetta, hvort að þau séu þá... Já, ég myndi halda það eftir maí væri það að geta komið að þessu. Það er ekki yfirleitt grenndarkennd fyrir einhverjum ákveðnum radíus í kringum svona framkvæmdir. En þú veist, við getum sendt einn fyrirspurn. Já, bara hugsa sem íbúi í kringa að þeir væru, hvernig staðan væri. Því að stundum sér fólk þetta ekki Einmitt. Og stundum ekki grenndarkennd allir í kringa sem að finnst svolítið skrítið. Er ekki eitthvað svona, einhver ákveðin rammi utanum það hvernig, þú veist, hverjir? Jú, ég skal líka, mér finnst það stundum mjög þröngfór. Ég hef líka unnið í öðru sveitarfélagi sem var stærri radíus. Það er alveg hægt að senda inn fyrirspurn, þú veist, bara það, hver eru reglur varðandi grenndarkynningu, þú veist, ef þú vilt kalla eftir upplýsingum bara það. Ég bara svona, eða þá, ef við byrjum til þetta, ég bara svona með íbúana, því að maður heyrir oft íbúanir í kring, það kemur flatt upp á það. Einmitt. Að þeir svona séu örugglega meðvitað hvað er að gerast. Já. Myndirðu vilja, þú veist, bóka undir þessum lið, ítrykka mikilvægi þess að framkvæmdin sé grenndarkennd, kannski er hún grenndarkennd, við vitum það ekki alveg. Nei, mér finnst ekki að ég gæti hvernig fundið það. Nei, ég skil það. Þekkið þú það, og þekkið þið það sem að, kannski hafa oft sett svona fundi, hvernig grenndarkynning, hvernig reglur það? Það á að vera sent til fólks. En ég hugsa fólk sem býr að hliðin og þá er það sent til því. Ég veit það Hanna? Ef ég bara googla Vítastígur 9 og grenndarkynning, þá er bréf frá 3. mars 2022. Þar sem... Undir skipulags, ég fatt ekki hvað ganga, undir skipulagsstund. Já, það sem er grenndarkennd. Þá fáðu bréfið sent, Já, þetta er bara auglýsing. Er það ekki? Er það ekki rétt sem ég? Það er undir skipulagsstund, ég fatt ekki frá það. Skipulag í kynningu, já. Ég held að þetta tekið fyrir og þá er þetta forsendan fyrir því að halda áfram því þetta er fyrsta atriði sem myndi skeikja ferlið. Breyting á deiliskipulag Vítastíg er Áður fyrir formlega breyting á deiliskipulag þá verður það... Þetta er skipulag kynningu og þá liggur það fyrir bara inn á vef borgarinnar og er auglýst. En svo er grenndarkynning, það er meira. Það er þegar, þú veist, fyrir íbúa í nánustu umhverfi. Gamla þetta var náttúrulega, þú veist, ég veit ekki hvort það er lengur borið með í hús eða hvernig framkvæmdin er á því núna, en það hlýtur eiginlega að vera. Já, það á að tryggja íbúar þá. Já, ég sé samþykkt að sendi grenndarkynningu. Já. Það er bara núna í desember. Þá er ég svo. Það kemur fram þarna. Samþykkt að grenndarkynna. Já, ok. Vítastígur 9. Takk fyrir að. En þetta er bara Google á staðnum. Já, einmitt. En það er sjálfsagt að fá kynningu, þú veist, getur náttúrulega bara verið að fá upplýsingar hvernig staðið að grenndarkynningu almennt á breytingu á deiliskipulagi og breytingu á húsum og svona, en ég held að sé einhver svona rammi í kringu það. Já, En við getum alveg fengið svolítið kalla eftir svolítið upplýsing.
Bara ferli almennt mennur? Já, bara þú veist að því að þú veist að svolítið að vísa í það líka. Ekkert endilega við þennan lið, bara svona Nei, til kynningar þegar við sitjum í ykkur. Já, ég myndi alltaf fagna það, því að ég sjálf svona verið að kynna mér þetta og mér finnst svona, já, mér finnst ekki alltaf að skilja reglur, en ég hef tekið bara annars með Já. En það mjög gott þarna, þú veist, að geta flett eða þú veist, séð þá hvað með minjastofnunar á þessar framkvæmdir og þá halda öllu ytra skipulagi. Mér finnst það er frábært að vera að auka aðgengi þegar er verið að gera svona, koma inn með svona framkvæmdir en það rekst oft á svona friðun og svo aðgengismál. En við getum alveg haldið þessu líka eins og við afgreiddum hitt sem að það sem er möguleiki skilin umsókn fyrir 11. maí og bókað undir því að formanni í samráði við ráðið sé falið að skilin umsókn fyrir tiltekinn umsagnarfrest. Þannig að þá höfum við smá svigrúm ef það er eitthvað sem kemur upp ef fólk vill óska eftir frekari upplýsingum. Við getum gert það við þetta. Er það ekki bara ágætt? Þá höfum við smá fyrirvara á okkur ef það er eitthvað sem kemur upp. Já, það er kannski, já. Þannig að ertu til í að... Hvað viltu segja við lið númer 6? Já, við vitastigin. Hvað viltu segja hafa? Heyrðu, bara ítreka aftur þar sem við vorum með lið 5. Þannig að formanni falið í samráði við ráðið að veita umsögn fyrir tilskilin frest. Þannig að þá gefum við... Er það önnur dagsetning? En það er sama dagsetning, 11. maí. Okay. Þannig að þá höfum við svigrúm ef að... Ef við heitum eitthvað... Já, ef það er eitthvað, já. Herðu, þá fyrir við áfram í næsta lið sem er liður 7 og það er til umræðu og það er gönguleið á lóð Austurbæjarskóla og Hanna, ég ætla bara að gefa þér boltan til þess að reifa þetta aðeins fyrir okkur. Já, sem að foreldrafélagið þetta hefur komið upp á til. Já, á ég að leggja fram þessa fyrirspurn þarna. Viltu kannski bara svona reifa það fyrst fara yfir máli fyrir ráðið? Já, ég var líka búin að senda heim hennar mynd líka. En þetta snýst þess að skólalóð. Kannski varpar upp myndinni, lóðinni hjá Austurbæjarskóla. Þetta snýst skólalóð Austurbæjarskóla sem að er... Viltu ekkert sá vitastigin neitt meira? Nei, held að það við... Slekka á því þá. Já. En það er að bera þetta upp svona formúla, það sendi þig með uppbreytingu handar. Nei, þú varst að beða mig að opna já.is. Við vorum búin að skoða það. Já, ok. Takk samt fyrir. Við sáum það. Ok. Það kom á skjáin. Og þið viljið núna sjá göngulega, hvað viltu á? Það er ekkert fylgiskjal með þessu? Nei, Heimir sendaði pósti áðan. Það var þess ljósmynd af lóðu Austurbæjarskóla. Þannig að bara, þú kannski finnur hana bara til og Hanna segir okkur aðeins frá. Ég er ekki vissum ég sé með þetta. Ok, þá skal ég áfram senda á þig. Já. Og meðan Hanna bara segir okkur aðeins frá. Já. Já, lóð Austurbæjarskóla er svona mjög opin og það hefur bara í mörg ár hafa foreldrar og kennarar og skólastjóri og frístundaheimilið og skólaráð, þú veist, lagt er reynt að þrýsta á það að hún verði meira afgirt, sérstaklega fyrir yngstu börnin sem eru að því Draumalandi sem eru við Bergþórugötu og það er bara opið beint út á götu og það virðist vera að það hefur eitthvað strandað á þessum göngustíg sem er í gegnum skólalóðina sem að það hefur alltaf verið svör frá borgin að þurfa að halda honum opnum sem gönguleið, einhvers konar gönguleið. En við höfum viljað loka og afmarka skólalóðina betur og Austurbæjarskóli er líka bara þannig staðsettur að það er til dæmis, það er bara töluvert traffík af gangandi fólki og það koma ferðamenn stundum bara í heilu hópunum á skólatíma og hafa, jafnvel bara ratað inn í skóla og án þess að kannski líka stundum átta sig á að þeir eru komnir inn á skólalóð eða bara inn í skóla og svo er göngustígurinn alveg opinn í gegn þannig að það er stundum bara mikil traffík af hjólum og rafskutlum
jafnvel vespum sem að fara í gegnum tölvöru ferð og bæði kennarar og starfsfólk Draumalands hafa sagt, þú veist, að já, þetta stundum bara svona smá svona hættu ástand. Þannig að það hefur einhvern veginn ekki verið skýr svör varðandi af hverju ekki hægt að loka betur lóðinni og setja hlið og það er þessi sjá þessa gula línu í gegnum lóðina. Það hefur verið, við höfum fengið þau svör að það sé borgarland og það svona megi ekki loka þetta fyrir. En svo við núna virðast nýjustu fréttir segja að þetta sé orðið skólalóð, þannig að við vitum ekki alveg hvar hvar máli, eða hvað snýst máli í rauninni. Þannig að ég setti fram bara smá fyrirspurn og ég seti hana bara inn í Sett hana bara inn í spjallið og ekki það þið viljið fá, þú veist, og fólk vill bara fá hlið, þannig að það er ekki verið að tala um að loka alveg, heldur bara að fá hlið. Já, það er ekki verið að tala um að loka lóðinni, heldur bara svona aðeins setja hlið og afgirt leiksvæðið og það er til dæmis það sem skólastjóri hefur talað og forstöðumaður frístundaheimilisins vilja geta afgirt betur leiksvæði barnanna af því að það getur verið bara töluverð traffík þarna á daginn. Og ég tek alveg fram, þú veist, það er alveg skólaráð, skólastjóri, frístundaheimilið, kennarar og foreldrar sem hafa eitthvað kallað eftir þessu. Og inn í þess... Fyrirgefðu, má ég sjá myndin aftur? Það kom ekki allt. Já, sér að Örn svo því mér að líka fyndi. Mér finnst það rosa skrítin rök að það sé ekki hægt að setja hlið þótt þetta sé göngustígur á borgarlandi. Þú veist, það er hlið til dæmis á öllum leikskólum og þú veist, fólk getur bara að opna og loka hlið en samt svona, þú veist, þá var maður samt að tefja og hindra, þú veist, að fólk væri bara í gegn. Það er mjög svona, eins og séu engin vilji þá til þess að leysa þetta. Já. Og líka bara eitthvað svona, svolítið svona, mér finnst ég hafa einhvern tímann þetta væri eitthvað svona partur af eitthvað svona gönguleið sem að, þú veist, að það er bara svona eins og þjóðvegur 1 eða eitthvað, að það að vera gönguleið í gegn sem en það er bara eitthvað sem ég heyrði, þið veitir. Þannig að þetta er leikur svolítið svona óljóst. Þetta hefur verið í umræðinu bara í svolítið langan tíma en einhvern veginn ekki alveg skýrt hvað máli snýst. En líka bara sama tíma, af hverju má ekki skilgreina þetta sem bara þá skólalóð á skólatíma? Þú veist, mér finnst þess að það ætti alveg verið hægt að leysa þetta, sko. Alveg, algjörlega. En svo skil ég ykkar vilja þá að bara loka þessu algjörlega, þannig að ef þú vilt ganga hann í gegn þá tekur hann út vitastígin eða labba hann á barnstígin. Nei, eða bara getur opnað hliðið og labba í gegn. Já, þið viljið geta lokað í þess að. Já, eða allavega að það sé sko einhvern veginn aðþrænt sko. Að það sé einhvers konar girðing eða já, að þú áttir þig á líka bara þú sért komin inn á skólanum. En það er ekkert allir sem átti sig á því. Bara opið svæði og þú labba bara beint að götunni einhvern veginn. Og fólk er bara á vappinu þarna sko. Sérstaklega ferðamenn og það er bara oft sem þeir koma bara í heilu hópunum. Já, ok. Þú bara inn í portið eða? Inn í port og inn í skóla jafnvel. Já, bara flott safn eitthvað? Já, bara flott bygging og best að kíkja hér inn. Okay. Þannig að, og þú varst búin að skrifa upp svona fyrirspurn sem við getum held ég alveg sendt bara í allt ráðið. Ég setti hann komin í 2 pörtum hérna inn í chatið. Ég sé sko, þetta er bara í heilu lagi eins og ég sendi á heimi. Já, og ef að kópar hann inn í heilu lagi eins og þannig að getur lesað hann upp bara alveg í einu slotti. Já, hún er hérna. Já, ok. Viltu lesa hann upp fyrir okkur kannski bara? Að ég lesa þetta allt. Og meðan ég er að deila skjánum þá get ég ekki séð chatinu og vel til þess að geta... Já. Býtum við. Má ég taka kannski bara sharing? Já, tekið myndina niður. Okay. Og þá er sett... Býtum við. Er þetta eftir að eftir að þú kíktir eins yfir og aðlaðir að því að þetta yrði svona fyrirspurn, er það ekki? Jú, eins og kemur þarna. Já, þetta er bara eins og heiminn laði til. Já. Viltu lesa hann upp fyrir okkur, eða ég gera? Bara það sem þú vil? Nei, gera það bara. Á ég lesa? Já.
Skólasamfélag Austurbæjarskóla, þar segja skólaráð, skólastjóri, frístundaheimili Draumaland, yngri barna kennarar og foreldrar við skólann hafa óskað eftir að skólalóðin og leiksvæði fyrir börn verði afgirt. Það hversu opin skólalóðin hefur skapað vandræði í skólastarfinu, meðal annars vegna þess að í miðbænum mikill fjöldi ferðafólks sem oft ratar inn á skólalóðina á skólatíma, heilu hóparnir stundum og í sumum tilfellum hefur fólk ratað alla leið inn í skóla án þess að eiga þangað erindi. Einnig ekkert sem stöðvar eða hindrar fyrir rafhlaupahjóla og jafnvel vespa sem fara þarna í gegn ofta mikilli ferð. Draumland frístund fyrir 1. til 4. bekk staðsett við Bergþórugötu og beint aðgengi fyrir börnin út á götu. Að samaskapi ekkert sem afmarkar skólalónum í bílastæðin. Við teljum að tryggja þurfi öryggi barna á skólatíma betur. Það hefur ekki mátt gera vegna þess að göngustýringin úr skólana hefur talist borgarland sem og tröppugangur milli skólans og félagsmiðstöðvarnar Spennistöðin. Nú eru nýjustu upplýsingar þær þetta sig ekki borgarland og tilheyrir skólalóðinni. Íbúaráð Miðborgar og Hlíða óskar eftir að fá úr því skorið hvort þessi göngustígur sem liggur í gegnum skólalóðina sé borgarland eða skólalóð. Jafnframt óskar eftir upplýsingum það hvort til standi að hafa skólalóðina og leiksvæði fyrir börnin afgirt. Eins á áætlun að endurnýja eigi skólalóð Austurbæjarskóla árið 2023 og viljum við vita hvort það muni standast. Lóðin og skólinn þarf sannlega á því að halda. Já. Er þetta of mikið? Ekki samkvæmt heimi, eða sem sagt, er þetta ekki bara, hérna getum við ekki sameinast að senda þetta inn? Jú. Það er bara mjög eðlileg fyrirspurn sem fá þessu úr skorið. Skýr og góð. Já. Þannig að þá ertu með þetta, Sigurlaug. Sko, það kom eitthvað spurningamerki og eitthvað svona skrítið. Já, viltu kannski taka hana bara saman eitt samfelldan texta? Það kom hérna frá Erni, þú svo kom eitthvað annað inn í tjáningu á myndli. Já, kom frá Erni. Get ég sendt þér þetta beint í tölvupósti? Já. Hvað er tölvupósturinn? Sigurlaug.anna.jónasdóttir @reykjavik.is. Já, ég með því hérna. Erum við ekki, það er fulltrúi sem þarf að víkja fundi, en erum ekki alveg það mörg að við höldum alveg dampi. Eru að koma mér? Hvað segirðu? Eru að koma mér í viki? Nei. Ég held að það var ekki alveg strax. Rannveig Ernudóttir, ég kalla hana Ernu, já. Hún hlýtur að fylgja með það. Ég er 4 og því er ekki. Þegar hún farin með það? Rannveig er farin, þannig að, og Dilja fyrir kannski þetta. Ég kveð það bara takk fyrir. Herru, takk fyrir, Rannveig. Bless. Þannig að þá erum við í rauninni öll hér núna sem erum á fundinum. Það er eins og stendur. Já, vá. Gera það vitlaust. Já, herru, Hannes ætlar að senda fyrirspurnina þá bara í tölvupósti og við höldum áfram dagskrá fundarins. Og þá er það liður 8 sem er hreinsun gatna og gönguleið borgarhlutunum sem er hér til kynningar. Þannig að þá þarf að opna Þú ert ekki fylgiskjal. búin að senda mér það? Jú. Ég Já, við skulum klára það, þannig að við bara, Spurningi mín svo breytinginu bara komin inn. já, við skulum bara tryggja, við vorum búin að, eða þú veist, alveg búin að lesa hann upp, þannig að við erum alveg held ég að segja, það þurft bara eitthvað Má fyrirspurn vera svona lög? Já, allavega samþykkti Heimir þetta, ég sendi honum textan. Viltu að ég taka úr þessu? Í versta falli þá getum við bara tekið formál og sendt hann sem fylgiskjal og fyrirspurnin væri bara staðið sem fyrirspurn. Já, það er sem íbúar að miðborgarlega óskar eftir að fór til. En hitt færi með sem svona bara ítarefni eða hvernig sem að passar inn í ramma stjórnsýslunar. Ég bara hreinlega veit þetta ekki. Ef við ekki bara leyfa okkur að láta hann að standa. Ég er aðeins aðtöða hvort ég geti fengið eitthvað svo. Já, ok. Þá hingrum við bara aðeins. Komum fullt af bilum líka hérna, spytum bil. Í tölvupóstinum? Þetta eru 950 ár. En þá, við höfum held ég líka alveg sendt sko fyrirspurn og svo hefur fylgt með í fylgiskjali ef það er eitthvað svona ítarlegur texti. Og mynd. Hvað segirðu? Og mynd. Og mynd, já. Þetta byrjar á skólasamfélag, Austurbæjarskóla og endar á lóðinu og skólinn þarf sannlega á því að halda. Þannig að ég er örugglega með allan textan þetta. Ég setja þetta bara inn þangað til annar kemur ljós.
Eitthvað sem mætti opna þessu hurðina, finnst ykkur eitthvað pínu heitt hérna? Ekki stuð í dag. Þetta bókun sem sagt? Þetta fyrirspurn. Til hvers? Þetta fyrirspurn, góð spurning við bara óskum eftir því að þið finnið hvort sem þetta fer á skóla- og frístundasvið eða umhverfis- og skipulagssvið viðeigandi aðila sem geta svarað. Stundum það svona, liggur það svona svolítið á milli sviða eða er tengt lóðum og húsum og svoleiðis hjá í skólanum og grunnskólanum og leikskólanum. Getum við ekki bara falið ykkur að sjá það? Við getum líka bara, ef það þarf að vera formlegt, þá getum við kannski sagt bara skóla- og frístundasvið og umhverfis- og samgöngusvið. Þú ert mjög skeptísk á svipinn. Já, þetta náttúrulega bara svona liggur eiginlega á landamærum tveggja sviða. Já. Eigum við þá ekki bara að senda bæði eða fel ykkur bara að finna út úr því? Er það ekki? Já, ég svo ekki vissum að það sé góð hugmynd. Ok. Þá sendum við bara bæði. Og þá vísa bara annað og hitt. Já, en án þess þó að þau vísi og enginn svarar. Einmitt. Það er kannski þess vegna sem það hefur ekki verið að reyna. Gætum trúið að væri örugglega á hendi skipulagssviðs. Mér finnst það líklegra. Skóla- og frístundasvið hefur líka að gera með lóðamálin í skólanum. Já. Og það er samstarfandi á milli. Já. Ef ekki þá bara senda, þið getur bara örugglega komið staði á morgun. Já. Ég þarf alltaf fljóðlega hverfa en ég tek það sem get, bara síma. Já, við bara klárum þetta og fyrirspurnir frá Sigfúsi komin inn í spjallið og við höfum eftir að kynna hreinsun gatna og gönguleiða og svo tillaga borgarstjórinn Borgin okkar sem eru styrkumsóknar, sumarstyrkirnir og svo erum við með á lokuðum hlutafundarins erum við að fara yfir umsóknir og greinagerðir vegna styrkja. Og ég var búin að nefna við ykkur að við myndum kannski hittast óformlega á fundi og fara yfir fjárhagsvaldana. Já, og styrkumsóknar. Já. Sem eru svo til afgreiðslu á maífundi ráðsins. Já, fyrir sumarborgina. Já, eða Borgin okkar, 2022 heitir það. Þetta sem liggur fyrir núna er bara... Það er bara svona kynning, eða þú veist, já. Og styrkirnir voru auglýstir og það sá umsóknarfrestur rann út á sunnudagskvöld eða miðnætti. Þannig að við vitum náttúrulega ekki hvað við erum með margar umsóknir á okkar borði. Er þetta komið? Getum við haldið áfram? Já, bara höldum áfram og ég þarf að bíða eftir svari en það hlýtur að koma. Ok. Ok, mér og okkur er falið að kynna fyrir ráðunum þessa áætlun hreinsun gatna og gönguleiða í Reykjavík og það er til slóð sem heitir reykjavík.is/hreinsun og hún lítur svona út og eins og allir vita þá var
veturinn erfiður og ástandið á götum og stígum ekki gott, þannig að það mun taka tíma að koma þessu öllu í gott horf aftur. En forgangsröðin í vorhreinsun, ég veit ekki hvort þið munið eftir því þegar við kynntum hérna varðandi snjóhreinsunina. Þetta er svolítið sama hugmyndafræðin, að það er bara skema sem er fyllt og það byrjar á göngu- og hjólastígum og stoppbrautum og tengibrautum og gatnastígi kringum þær og svo hefst hreinsun og þvottur á húsagötum, stéttustígum við þær. Þetta er svona ákveðin svona bara ferli. Og svo lokum við farið í götuþvott á stofn- og tengibrautum. Þannig að þetta er, svo er verkáætlun, það er hægt að skoða hana. Hlíðarnar byrja og það á að vera byrjað að hreinsa hlíðarnar og svo er þetta er sko planað eins og það er á þessu ári þetta róterir aðeins þannig að hlíðarnar eru þarna og svo koma svo kemur viðborgin aðeins seinna þannig að þetta er svona þarna er þessi röð sem að farið er eftir og þetta var verkáætlunin og þegar það kemur að hreinsuninni í götunum þá er íbúum sendt SMS til þess að láta vita hvenær og þá er fólk beðið að taka bíla og svona auðvelda aðgengi að götunum. Er eitthvað svona, þú veist, er eitthvað svona kerfi sem að flettir upp öllum símanúmerum bara við þessa götu eða Já. Til þess að sé hægt að senda SMS, ég er bara að spyrja hvort að Ég kann ekki hvaða reglum SMS fylgja en það er sem Svo er fólk oft duglegt að láta vita í svona grúppum. Já, og svo líka sett upp svona skilti á göturnar. Já. Þegar við séum þau svona á morgun verið sópað. Þannig að það er svona gert allt sem hægt er til þess að nálgast fólk og svo bara örugglega hjálpar alveg ef að fólk pikkar í nágrannana og hvert annað. Þannig að það er svona ef allir leggist á eitt. Í hverfunum okkar þá held ég að sé stundum, þú veist svona allavega á tímabili. Það var mikið á svona Airbnb fólki í hverfunum þá brann það við að það, þú veist, þau einhvern veginn fengu ekki sér skilaboð. Þannig að bílarnir voru stundum fastir. Já. Og þá verður maður bara að ná í kústinn til að, ef það missir af eða ef það ekki, þá verður maður bara að bjarga sér. Svo er miðbærinn sérstaklega, fær sérstaka umfjöllun af því að þetta gegnir aðeins öðru, svona gildir aðeins annað. Og þarna er talað að miðbærinn er hreinsaður daglega og sápuð þau meðaltalið aðra hverju viku. Þannig að þetta er svona kannski þetta svæði sem að Airbnb gildir svona mest þannig að það er líka þá oftar farið þar í gegn. Þannig að þetta er sem sagt svona þessi áætlun sem að okkur var falið að kynna og hún lítur svona út og þarna eru þessar upplýsingar og hægt að hafa samband og svo bara þetta ábendingavefurinn og allt sem að allt sem þið þekkið. Það er leiðir sem þið þekkið. Já. Þannig að fólk getur flett þessu upp. Reykjavík.is/hreinsun. Yes, til þess að finna hver liggur fyrir sínu hverfi. Já, þannig verkáætlun og hreinsunar og Ég þarf að fara, ég ætla að tengast það gegnum síma og kannski að hleypa mér inn. Já, ég skal gera það. Og bara því hún nefnir þarna með borgarlandið og ábendingavefinn. Að það, þú veist, það má alveg ítreka það bara, þú veist, í allstaðar þar sem við hafið kontakt að það er hægt að, þú veist, ef þú vilt senda inn ábendingu, þá getur þú tekið mynd og senda hann beint inn í kerfið. Gerði það einmitt núna í vikunni, við sópuðum vel og hreinsuðum, svo bara tekna myndir og daginn eftir og bara taka þetta allt í burtu. Já, allt sem ég var búin að sópa var líka sandur og bara svona fullt af hluti sem var fyrir. Þannig að þetta virkaði? Þetta var bara að hreinsa strax. Yes. Ekki smá bara. Gott að fá svona reynslu. Já. Svo er neðst, sjáu þið þekk, hann er ekki mjög grænlegur, en þarna sjáu þið sjá framvindur hreinsunar í borgarvefsjá
Og sko framkvæmdasjáin og borgarvefsjáin eru svo vannýtt tól en þau eru svo frábær og ég bara hvet ykkur til þess að prófa að fikta ykkur í gegnum þetta. Þetta er algjörlega geggjuð tæki. Hérna á hliðinni er hægt að sjá sko, hérna er hreinsun stíga framvinda, veist, og ólokið og litirnir á þessu. Þú veist, það er hægt að smella á þetta, opna, veist, mismunandi sýn á kortið, þú veist, götur og stígar. Veist, ég meina það er bara hægt að fikta í þessu alveg endalaust. Þetta kynntir gatnar eru mjög ítarlega. Já. Þannig að næst þegar þið komast að vinna eitthvað og þetta er líka eins framkvæmdasjána. Þú veist, ef þið sjáið einhverjar framkvæmdir í hverfinu ykkar þá getið þið farið inn á framkvæmdasjána og opnað árið sem er núna og valið hverfið ykkar. Kannski hleypir inn og getið fylgst með. Það er Sigrún með spurningu. En ég sé þig ekki, sko, ertu búin að biðja Já, af því að ég er biðja heimi, sko. Já, þetta er samt hlekkur, sko, sem Þú gerir join meeting. Já, þá spyrum En Sigrún... Það biðjum kóða sem ekki verið, sko. Sigrún, þú ert með fyrirspurning. Já, mér langar allavega að kommentera eða koma frá 100%. Ég er sérlegur áhugamaður hreinsun gatna. Og það sem við veltum fyrir okkur í miðborginni er það að skiltin kom upp en það hefur verið misbrestur en við höfum sendt og látið vita og þeir hafa bara komið aftur. En það sem við veltum fyrir okkur í miðbænum er það að það er tekin alltaf fullt af götum alveg í röð og íbúarnir flestir, það er líka Airbnb og svona, færum bílana mjög skilmerkilega og skiltin eru sikkur meina ef þau eru, ég segi. En þá koma einhverju aðrir og taka staðinn, koma og sjá bara, hei, við erum heppin og bara fullt af staðinn í dag. Þannig að það við hefum velt fyrir okkur svona íbúarnir, hvort það væri að gera svona einhverjar 3 götur í einu, þannig að þær verður lokað þá getur lagt í hinum göttunum, einhvern veginn gera það svolítið á víxl. Já, einmitt. Kannski svolítið seint núna, en ég reyndi að komast gegn íbúasamtökin í fyrra, en nú er ég komin íbúar á þig. Væri ekki hægt að senda, þú veist, ef þið myndu einhvern veginn svona taka þetta saman og leggja til og útskýra þetta af því að væri ekki hægt að koma því áleiðis inn í þetta verkskipulag? Ja, þeir hafa verið mjög liðlegir hreinsun og teknir því að svona ákveðin staðir sem, já. En þetta sjáum við því að við skoðum bara hvernig það er verið að hreinsa göttum. Það eru teknar alveg í búkkum, þannig að það er enginn að fara eitthvað hinum einn í bænum að leggja. Nei, einmitt. Skilja. Ég myndi verða þetta. Já. Myndirðu vilja bóka, skrifa þetta niður og bóka undir þessum lið? Myndirðu vilja taka þetta saman og senda inn á hreinsunardeildina? Við gerum það í fyrra hreinsunardeildinni. Ég væri til að væri það lítið bókuna að... Já, viltu bara reifa hana og senda okkur? Já, væri það ekki opnum til. Það geti, já, er það ekki bara? Mér finnst það bara vel til fundið því að þetta er einmitt eitthvað sem er svo mikilvægt að fá frá fólkinu sem býr á staðnum og upplifir þetta. Ekki að mér dotti í huga að þegar þú segir það þá auðvitað, þú veist, svo kemur gestir í miðborginni og bara stinga sér í laus bæði, þú veist. Já, nú er ég bara búið svo svakar lengi í miðborginni og það er alltaf sami höfuðverkur. Já. En ég skal alveg viðurkenna að minnigötur eru mjög duglegum stöndum úti. Og reki bara fólk í burtu. Einmitt. Heyrðu, ok, hérna er einhverju fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ok, þá hérna getum við þá bara Sigrún gerir drauga bókun þar sem hún reifar þetta og leggur til að framkvæmdin verði, hérna kemur góða tillögu að því. Getum við haldið áfram í næsta lið á meðan hún skrifar bókunina, Sigrún. Hann er Það er borgin okkar sem er tillaga frá borgarstjóra. Komum bara aftur, leifum okkur að koma aftur í lið 8 með bókun frá Sigrúnu en höldum áfram í lið 9 þar sem er hér til umræðu borgin okkar 2022 og við opnum bara tillögu borgarstjóra. Er þetta ekki bara svona til upplýsinga? Jú, þetta er til upplýsinga og það var verið að lagt til að borgar og samþykkja ráðstöðu í verkefni Sjónborgin 2022
Verkefni verið framhald á verkefni Sumarborgin 2020 og Borgin okkar 2021 sem efla í mannlíf og menningu miðborginni kringum vor, sumar, haust og jól, auk utanumhalds annarra verkefni sem tengjast, já, þetta miðborgin. Þetta náttúrulega verkefni sem á við í öllum hverfum borgarinnar og bæði og við fáum inn til okkar bæði umsóknir í miðborg og Hlíðar. Og svo þarna upplýsingar viðmið og umsóknarform. Mér tókst ekki að opna þennan lið. Nei, ekki með heldur. Nei. En það búið að auglýsa styrki verkefni sem á að framkvæma þá í sumar. Bæði miðborg og Hlíðar, umsóknarfresturinn rann út á sunnudaginn síðasta. Þannig að við förum svona bráðum örugglega í einhverju vinnslu núna og verða að skipta niður á hverfin hvað við hvar, hvort allt rétt á réttan stað og svo fáum við til okkar í ráðinu allar þessar umsóknir þurfum að fara í gegn og úthluta á bæði hverfin. Og það liggur fyrir til afgreiðslu á maífundi ráðsins. Og þá vorum við að tala um að við myndum hittast þá fyrir þann tíma og vinna okkur í gegnum umsóknunar. Þannig að ég bara sendi ykkur upplýsingar svo umsóknunar þegar það liggur fyrir. Eitthvað svona sem þið viljið spyrja eða kommenta á? Nei, þá bara höldum við áfram. Þá erum við komin í málefni hverfisins til umræðu. Já. Og þaðan Sigfús var að fylgjast með. Hann ekki lengur hérna. Nei. Hann hefur ekki óskað eftir því. Hann sennilega óskað eftir því að mæta á vittlausan hund. Hann horfinn hérna af skjánum. Já, allt í góðu. Hann fór af fundi klukkan hvað? 18:20? Já, klukkan orðin 6:30, þannig að við erum þá að fara yfir í lokaðan hluta fundarins. Ég ætla ekki að fara. Já, við skulum bara ekki fara alveg strax. Tölvupóstur sem kom. Hvaða tölvupóstur kom? Frá Og ég senda þér Margrét það sem ég skrifaði eða? Já, viltu kannski bara lesa upp fyrir okkur sem tillaga þá bókun undir hreinsun og hreinsun gatna liðnum. Já, lesa núna. Já. Íbúar miðborgar Hlíða óskar eftir að skipuleggja hreinsun gatna í miðbænum verði endurskoðuð. Þegar verið að skipuleggja hreinsun gatna verði ekki allar göturnar hreinsar í einu heldur skipti við 35 götur samhliða sem eru hreinsar og næstu 35 götur hreinsar daginn eftir. Með þessu hægt að leggja bílum í þeim götur sem ekki hreinsar þennan dag. Já. En við að segja af hverju? Það mætti kannski bara, það brennur við að gestir miðborgarinnar leggji í stæði sem íbúar hafa rýmt fyrir hreinsun eða eitthvað svona bara þannig að finnst það svo mikilvægt að hnykkja á því. Bæti þessari setningu við þegar íbúar. Já. Hvað heitir hann aftur? Sigfús? Sigfús Ómar Guðmundsson. Já. Og ég lest aftur fyrir ykkur eða ég bara... Herri, já, lest hana bara snögglega með viðbótinni. Íbúar miðborgar Hlíðar óskar eftir að skipuleggja hreinsun gatna í miðbænum verði endurskoðuð. Þegar íbúar hverfisins hafa fært bílana sína annað vegna hreinsunar koma utanaðkomandi og leggja í stæðin. Eða við fylla stæðin. Að leggja í stæðin. Því óskuðu eftir að þegar verið að skipuleggja hreinsun gatna verði ekki allar göturnar hreinsaðar í einu heldur skipti. Kannski sleppu þessi setningu að segja bara heldur skipti upp í
Það er alltaf lægi, sko. Þá við eftir að þeir vera að skipleggja hreinsun gatna, verða ekki allar göturnar hreinsar í einu, heldur skipt upp í 3 til 5 götur samhliða sem eru hreinsar og næstu 3 til 5 götur hreinsar daginn eftir. Með þessu er hægt að leggja bílum í þeim götur sem ekki verið hreinsar, þannig að það er kannski óþarfi. Það er alltaf lægi. Já, það var mjög skýrt. Já, ok. Ég er alltaf að klippa. Og ég sendi þetta á þig, Margrét, eða... Sendi þetta bara Sigurlaugu. Þá er þetta, en við þurfum að bera þetta undir ráðið, þá samþykki þessa bókun undir liðnum um hreinsun gatna. Og ég sendi það líka á þig, kannski? Já, þú getur bara sett á okkur báðar. Og við tökum undir það, Sigurlaug, þessa bókun. Er hún lögð fram í nafni þeirra? Okkar ráðsins bara undir liðnum. Þannig að þá förum við að færa okkur yfir í lokaðan hluta fundarins. Þar sem við förum yfir bæði greinargerðir og styrkumsóknir sem að borist hafa ráðinu fyrir fundin. Mér sýnist einn vera að horfa á fundin og ég held að það sé ég. Já, hvernig finnst þér, Hanna? Mjög fínt. Þannig getum við leyft okkur að halda áfram. Ef að kveðja þá útsendinguna? Já. Ef að segja bless? Já, við þökkum bara fólki sem fylgdist með fyrir áheyrnina og hvetjum ykkur til að senda okkur erindi. Við sendum úr dagskrá fundarins alltaf viku fyrir fundin, þannig að gott að vera tímalega hafið erindi. Allar upplýsingar má síðan nálgast fundagerðir og upplýsingar fundi ráðsins er hægt að nálgast inn á vef Reykjavíkurborgar og hvetjum ykkur til að hafa samband við okkur. Þannig að við þakkum bara kærlega fyrir.